Bréf Páls til Galatamanna, 1. kafli. Páll postuli, ekki sendur af mönnum né að tilhlutun manns, heldur að tilhlutun Jesú Krists og Guðs föður sem uppvakti hann frá dauðum, og allir trúaðir sem með mér eru heilsa söfnuðunum í Galatalandi. Náð sé með yður og friður frá Guði föður og drottni vorum Jesú Kristi, sem gaf sjálfan sig fyrir syndir okkar til þess að frelsa okkur frá hinni yfirstandandi vondu öld, samkvæmt vilja Guðs vors og föður. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Mig furðar að þið svo fljótt látið snúast frá honum sem kallað ykkur í náð Krists til annars konar fagnaðarerindis. Það þó ekkert fagnaðarerindi, heldur eru einhverjir að trufla ykkur og vilja umhverfa fagnaðarerindinu Krist. En þótt jafnvel ég eða engill frá himni færi að boða ykkur annað fagnaðarerindi en það sem ég hef boðað ykkur, þá sé hann bölvaður. Eins og ég hef áður sagt, eins segi ég nú aftur. Ef nokkur boðar ykkur annað fagnaðarerindi en það sem þið hafið numið, þá sé hann bölvaður. Er ég nú að reyna að sannfæra menn eða Guð? Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjónn Krists. Það læt ég ykkur vita, bræður mínir og systur, að fagnaðarerindið sem ég hef boðað er ekki mannaverk. Ekki hef ég tekið við því af manni né látið kenna mér það, heldur hefur Jesú Kristur opinberað mér það. Þið hafið heyrt hegðun mína áður fyrri í gyðingdóminum, hversu ákaft ég ofsótti kirkju Guðs og vildi eyða henni. Ég fór lengra í gyðingdóminum en margir jafnaldrar mínir meðal þjóðar minnar og var miklu vandlátari erfikenningu forfeðra minna. En þegar Guði, sem hafði útvalið mig frá móðurlífi og af náð sinni kallað, þóknaðist að opinbera mér son sinn til þess að ég boðaði heiðingjónum fagnaðarerindið hann, þá ráðgaðist ég ekki við neinn mann. Ekki fór ég heldur upp til Jerúsalem til þeirra sem voru postular á undan mér, heldur fór ég jafnskjótt til Arabíu og sneri svo aftur til Damaskus. Það var fyrst eftir 3 ár að ég fór upp til Jerúsalem til að ráðgast við Kefas og dvaldist hjá honum hálfan mánuð. Ég sá engan af hinum postulunum nema Jakob, bróður drottins. Guð veit að ég líði ekki sem ég skrif ykkur. Síðan kom ég í héröð Sýrlands og Kilikíu. Kristnu söfnuðirnir í Júdeu þekktu mig ekki í sjón. Þeir höfðu einungis heyrt sagt: sá sem áður ofsótti okkur boðar nú trúna sem hann áður vildi eyða. Og þeir vegsömuðu Guð vegna mín. Galatabréfið, 2. kafli. 14 árum síðar fór ég aftur upp til Jerúsalem ásamt Barnabasi og tók líka Títus með mér. Ég fór þangað eftir opinberun og útskýrði einslega fyrir þeim sem í áliti voru fagnaðarerindið sem ég boða heiðingjum. Það mátti ekki henda að starf mitt væri og hefði verið til einskis. Ekki einu sinni Títus, sem með mér var og var grískur maður, var neyddur til að láta umskerast. Það vildu aðeins falsbræður illu heilli hafðu verið hleypt inn og laumast höfðu inn til að njósna frelsi okkar sem við höfum í Kristi Jesú. Þeir vildu hneppa okkur í þrældóm. En undan þeim létum við ekki eitt andartak til þess að þið gætuð haft fagnaðarerindið óbrenglað. Og þeir sem í áliti voru lögðu ekkert frekara fyrir mig. Hvað þeir einu sinni voru skipti mig engu. Guð fer ekki í manngreinar álit.
Þvert á móti sáu þeir að mér var trúað fyrir fagnaðarerindinu til óumskorinna manna eins og Pétri til umskorinna, því að sá sem hefur elt Pétur til postuladóms meðal hinna umskornu hefur einnig elt mig til postuladóms meðal hinna óumskornu. Og Jakob, Kefas og Jóhannes, sem álitnir voru máttarstólparnir, höfðu komist að raunum hvílík náð mér var veitt, þá réttu þeir mér og Barnabasi hönd sína til samkomulags. Við skildum fara til hinna óumskornu og þeir til hinna umskornu. Það eitt var til skilið að við skildum minnast hinna fátæku og einmitt þetta hef ég líka kappkostað að gera. En þegar Kefas kom til Antíokkíu, andmælti ég honum upp í opið geðið, því að hann var sannur að sök. Áður en menn nokkrir komu frá Jakobi hafði hann setið að borði með heiðingjum, en þeir komu dró hann sig í hlé og tók sig út úr af ótta við þá sem héldu fram skurninni. Hinir gyðingarnir tóku einnig að hræsna með honum, svo að jafnvel Barnabas lét dragast með af hræsni þeirra. En þegar ég sá að þeir gengu ekki beint eftir sannleika fagnaðarerindisins, sagði ég við Kefas í allra áheyrn: Úr því að þú, sem ert gyðingur, lifir af heiðingjasiðum en eigi gyðinga, hvernig getur þú þá neitt þá sem ekki eru gyðingar til að lifa eins og gyðingar? Við erum fæddir gyðingar, ekki heiðinir syndarar að uppruna. En við vitum að maðurinn réttlætist ekki af lögmálsverkum heldur fyrir trú á Jesú Krist. Og við tókum trú á Krist Jesú til þess að við réttlættumst af trú á Krist en ekki af lögmálsverkum. Enda réttlætist engin lifandi maður af lögmálsverkum. En ef við nú sjálfir reynumst syndarar, þegar við leitumst við að réttlætast í Kristi, þá Kristur farinn að þjóna syndinni? Fjarri fer því. Fari ég að byggja upp aftur það sem ég braut niður, þá ger ég sjálfan mig beran af afbroti. Því að lögmálið leiddi mig til dauða, svo að nú ég ekki lengur undir valdi þess, heldur lifi Guði. Ég krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Ég ónýti ekki náð Guðs. Ef réttlæting fæst fyrir lögmál, þá hefur Kristur dáið til einskis. Galatabréfið, 3. kafli. Óskynsömu Galatar, hver hefur töfrað ykkur? Þið hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinum málaða fyrir augum ykkar. Þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðarerindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið? Ef það þá til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur máttarverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið? Svo var og Abraham, hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Ritningin sá það fyrir að Guð mundi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðarboðskap: Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig blessar Guð alla þá sem treyst honum með hinum trúaða Abraham. En bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu, því að ritað
Bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist enginn með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmálið spyr ekki trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur keypti okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem á tré hangir. Þannig varð Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrirheitum. Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eykur við staðfesta arfleiðslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og niðja hans. Þar stendur ekki og niðjum, eins og margir ættu í hlut, heldur og niðja þínum, eins og þegar einn er að ræða, og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hafði áður staðfest, getur lögmálið, sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt og fellt fyrirheitið úr gildi. Ef við þurfum að hlýða lögmálið til þess að fá arfinn, þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheits, en Guð sýndi Abraham náð og efndi það sem hann gaf honum fyrirheit Hvað er þá lögmálið? Því var bætt við til þess að afbrotin kæmu í ljós. Það átt að gilda þar til niðjinn kæmi sem fyrirheitið hljóðaði Englar sáu að semja það með liðsinni meðalgangara. En meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þá lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli. En ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Áður en þessi leið var fær voru við innilokuð í gæslu lögmálsins, þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin er komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skírð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annarar þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfið það sem honum var heitið. Galatabréfið 4. kafli. Með öðrum orðum, alla þá stund sem erfingin er ófullveðja er engin munur á honum og þræli, þótt hann eigi allt. Hann er undir fjárhaldsmönnum og ráðsmönnum til þess tíma er faðirinn hefur ákveðið. Þannig vorum við einnig við vorum ófullveðja í ánauð heimsvættanna. En þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn, fæddan af konu, fæddan undir lögmáli, til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli og við yrðum börn Guðs. En þar þið eruð börn, þá hefur Guð sent anda sonar síns í hjörtu okkar sem hrópar, Abba, Faðir. Þú ert þá ekki framar þræll, heldur barn. En ef þú ert barn, þá hefur Guð líka gert þig erfingja. Forðum, þið þekktuð ekki Guð, voru þið þrælar Guða sem eru ekki neinir guðir.
En nú eftir að þið þekkið Guð, eða réttara sagt, eftir að Guð þekkir ykkur, hvernig getið þið snúið aftur til hinna veiku og fátæklegu vætta? Viljið þið þræla undir þeim að nýju? Þið haldið upp á ákveðna daga og mánuði, tíðir og ár. Ég hræddur að ég kunni að hafa erfiðað hjá ykkur til ónýtis. Ég bið ykkur, bræður mínir og systur, verðið eins og ég, því að ég orðin eins og þið. Í engu hafið þið gert á hluta minn. Þið vitið að sjúkleiki minn var tilefni til þess að ég fyrst boðaði ykkur fagnaðar erindið. En þið létuð ekki líkams ásigkomulag mitt verða ykkur til ásteytingar og óvirtu mig ekki né sýndu mér óbeit, heldur tóku þið á móti mér eins og engli Guðs, eins og Kristi Jesú sjálfum. Hvað nú orðið úr blessunarbænum ykkar? Það vitni ber ég ykkur að augun hefðu þið stungið úr ykkur og gefið mér ef auðið hefði verið. Er ég þá orðin óvinnur ykkar vegna þess að ég segi ykkur sannleikan? Þeir láta sér andum ykkur, en það er eigi af góðu, heldur vilja þeir einangra ykkur til þess að þið látið ykkur and þá. Það er ávallt gott að láta sér and það sem gott er, og ekki aðeins meðan ég er hjá ykkur, börn mín, sem ég að nýju el með harmkvælum þanga til Kristur er myndaður í ykkur. Ég vildi ég væri nú hjá ykkur og gæti talað nýjum rómi því að ég er ráðalaus með ykkur. Segið mér, þið sem viljið vera undir lögmáli, heyrið þið ekki hvað lögmálið segir? Ritað er að Abraham átti 2 sonu, annan við ambáttinni en hinn við frjálsu konunni. Sonurinn við ambáttinni var fæddur á náttúrulegan hátt, en sonurinn við frjálsu konunni var fæddur samkvæmt fyrirheiti. Þetta hefur óeiginlega merkingu. Konurnar merkja 2 sáttmála. Annar er sá frá Sínaífjalli og elur börn til ánauðar, það er Hagar. En Hagar merkir Sínaífjall í Arabíu og samsvarar henni núverandi Jerúsalem því að hún er í ánauð ásamt börnum sínum. En Jerúsalem sem er í hæðum er frjáls og hún er móðir vor því að ritað er: Ver glöð óbyrja sem ekkert barn hefur átt, hrópa og kalla hátt þú sem ekki hefur jóðsjúk orðið, því að börn hinnar yfirgefnu eru fleiri en hinnar sem mannin á. En þið, bræður mínir og systur, eruð börn Guðs eins og Ísak, af því að hann gaf fyrirheit ykkur. En eins og sá sem fæddur var á náttúrulegan hátt, ofsótti forðum þann sem fæddur var á undursamlegan hátt, svo er það og nú. En hvað segir ritningin? Rektu burt ambátt þessa og sonennar, því að ekki skal ambáttarsonurinn taka arf með syni frjálsu konunnar. Þess vegna, bræður mínir og systur, erum við ekki ambáttar börn, heldur börn frjálsu konunnar. Galatabréfið, 5. kafli. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Standið því stöðug og látið ekki aftur leggja á ykkur ánauð og rok. Takið eftir því sem ég, Páll, segi ykkur. Ef þið látið umskerast, þá gagnar Kristur ykkur ekkert, og enn legg ég ríka áherslu á að sérhver sem lætur umskerast er skyldur til að halda allt lögmálið. Þið eruð orðin viðskila við Krist, þið sem ætlið að réttlætast með lögmáli. Þið eruð fallin úr náðinni, en við væntum í andanum að öðlast af trúnni réttlætinguna sem er von okkar. Í samfélaginu við Krist Jesú gildir hvorki umskurð né yfirhúð, heldur trú sem verkar í kærleika. Þið fóruð svo vel af stað. Hver hefur hindrað ykkur í að hlýða sannleikanum? Það kom ekki frá þeim sem kallaði ykkur. Lítið súrdeg sýrir allt degið.
Ég hef það traust til ykkar í Drottni að þið verðið sama sinnis og ég. Sá sem truflar ykkur mun fá sinn dóm, hver sem hann svo er. En hvað mig snertir, bræður mínir og systur, ef ég er ennþá að predika umskurn, hví er þá enn verið að ofsækja mig? Þá væri hneyksli krossins tekið burt. Vel mættu þeir sem koma ykkur í uppnám aflima sig. Bræður og systur, þið voruð kölluð til að vera frjáls. Misnotið ekki frelsið í þágu eigin girnda, heldur þjónið hvert öðru í kærleika. Allt lögmálið felst í þessu eina boðorði: þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En ef þið bítist og étið hvert annað upp, þá gætið þess að þið tortímið ekki hvert öðru. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægið þið alls ekki girnd holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andinn gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gerið ekki það sem þið viljið. En ef þið leiðist af andanum, þá eru þið ekki undir lögmáli. Holdsins verk eru augljós: frillulífi, óhreinleiki, sörlífi, skurðgoðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og það segi ykkur fyrir, eins og ég hef áður sagt, að þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og sjálfsægi. Gegn slíku er lögmálið ekki, en þeir sem trú á Krist hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinn hefur vakið okkur til lífs, skulum við lifa í andanum. Verum ekki hégómagjörn svo að við áreitum og öfundum hvert annað. Galatabréfið, 7. kafli. Bræður mínir og systur, ef einhver er staðinn að misgjörð, þá leiðréttið þið sem andlega eruð þann mann með hógværð, og hafið gát á sjálfum ykkur að þið freistist ekki líka. Berið hvert annars byrðar og uppfyllir þannig lögmál Krists. Sá sem þykist vera nokkuð en er þó ekkert blekkir sjálfan sig. En sérhver rannsaki breytni sjálf sín og þá mun hann hafa hrósunar efni í samanburði við sjálfan sig en ekki í samanburði við aðra, því að sérhver mun verða að bera sína byrði. Sá sem fær fræðslu fagnaðar erindið veiti þeim sem uppfræðir hlutdeild með sér í öllum gæðum. Villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir, það mun hann og uppskera. Sá sem sáir í hold sjálf sín mun af holdinu uppskera glötun, en sá sem sáir í andan mun af andanum uppskera eilíft líf. Þreytumst ekki að gera það sem gott er, því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við, meðan tím er til, gera öllum gott og einkum trúsyskinum okkar. Sjáið með hversu stórum stöfum ég skrif ykkur með eigin hendi. Þeir sem að þröngva ykkur til að láta umskerast, gera það til að sýnast, einungis til þess að þeir verði eigi ofsóttir vegna kross Krists. Því að ekki halda einu sinni sjálfir umskurnar mennirnir lögmálið, heldur vilja þeir að þið látið umskerast til þess að þeir hafi eitthvað sýnilegt að stæra sig af. En það sé fjarri mér að hrósa mér af öðru en krossi Drottins vors, Jesú Krists. Sakir hans er ég krossfestur heiminum og heimurinn mér. Umskurn eða yfirhúð skipta engu, heldur að vera ný sköpun.
og yfir öllum þeim sem fylgja þessari reglu sé friður og miskunn og yfir Ísrael Guðs. Enginn mæði mig héðan í frá því að ég ber merki Jesú á líkama mínum. Náðin Drottins vors Jesú Krist sé með anda yðar bræður mínir og systur. Amen.